Já, mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá voru yfir hestaíþróttinni í handboltan, en það verður að sjálfsögðu viðtölu og hestaíþróttinni hér aftur og eftir. En nú komið að handboltanum Final Four helgin framundan, Coca-Cola bikar kvenna og karla, og já, og línunni komið einna leikmönnum Selfoss sem eru meðal annars í pottinum. Það Perla Rut Albertsdóttir. Heil og sæl. Sæl. Hvernig hefur það? Bara svo gott. En það ekki? Herðu, það er ekki orðin svolítið stemning í hópnum með ykkur fyrir, já, þessari helgi? Jú, það er mjög góð stemning. Já, og já, þið mæti Stjörnunni sem eru ríkjandi bikarmeistarar, leikurinn á fimmtudaginn. Hvernig svona leggst þetta í ykkur? Bara alveg ótrúlega vel. Já. Við erum mjög spenntar fyrir þessu. Já, og já, svona, já, hinga til viðregnið eitthvað við Stjörnuna, hvernig hefur það verið svona? Upp og niður bara. Já. Fyrir leikurinn gekk ekki alveg nógu vel, en við vorum í fyrsta leikurinn sem sagt. En við síðastu leikur gekk best af þeim öllum og við erum á mikill uppleið bara. Já. Og já, það má segja að einhver veit ekki að því mitt líka að já, það á eða ekki að vera tróðfull rauð, já, hérna vínrauð stúka. Jú, sjálfsögðu. Við vonum stöðulega til þess að fylla stúkuna og bara hvetjum alltaf til að mæta. Allir að mæta í vínrauðu og taka alla fjölskylduna, alla vini, ömmur og afa, allt saman, alla með. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona, já, nú er búið að vera að leika hansi þétt, er engin þreytumerki á ykkur? Nei. Nei. Þið látið ekki degja síga? Nei. En já, þið mættu núna Stjörnunni bara fyrir 2 vikum síðan og það var bara hörku leikur. Stjarnan sigraði með 3 mörkum, þannig að þið hafið, já, það má búast við því að þið harmað hérna. Já, sjálfsögðu, þetta var hörku spennandi leikur, bara tapaðist bara síðustu mínútunum. Þetta er bara, það er allt hægt að finna þeim, sko. Já, svona ef maður lítur yfir á töflunni í úrslit kvenna, þá eru þið í næsta sæti með 8 stig, Stjarnan eru með 27, en já, svona heilt yfir í deildinni vetur, hún er búin að vera hrikalega jöfn og já, kannski taflan segir ekki alveg allt kannski spilamennsku ykkar? Nei, við erum búin að vera, já, að tapa mjög tæft, en við erum vonandi að komast á gott ráð núna. Já, nákvæmlega. En aðeins á þér sjálfri, það er ekkert langt síðan að þú byrjaði sjálf í handbolta? Nei, það er ekki vel. Já, hvenær byrjaði þú í handbolta? Það er svona tæplega 4 ár síðan, held ég. Já. 3,5 4, já. Og hvernig kom það til að þú skellti þér allt inn í handboltan? Ég sem sagt eignaðist kærasta og hann er handboltaþjálfari og kom inn í mikla handboltafjölskyldu og það var bara eftir nokkra mánuði þá var ég bara mætt að fyrstu handboltaæfinguna. Já, þannig að þú hefur ekki fengið neitt val. Nei, það var lítið. Það er nákvæmlega einmitt, en já, hvernig finnst þér svona, já, þú ert náttúrulega búin að prófa hérna ýmsu íþróttir, hvernig er svona helstu minnur á handbolta og öðrum íþróttum sem þú hefur verið í? Sko, ég hef ekkert prófað að vera að æfa einhverja íþróttir, ég var bara að sprikla í íþróttum, skólaíþróttum á Hvammstanga. Já. Það hefur greinilega verið keppnis því að þú ert nú komin í deildina bestu í handboltanum. Já. Akkurat. Já, þannig að það hefur verið keppnis þjálfari þar, eða svona leikfimiskennari. Já. Betur. Já. En, já, þjálfarar ykkar, já, Sebastian Alessandrsson búin að vera með ykkur og svo er Anna með honum serbi, já, eru þið byrjað að skilja mikla serbnesku? Já, við skiljum alveg ótrúlega mikið, sko. Já. Og eru þið byrjað að sletta bara á serbnesku orðunum? Já. Við erum alltaf, við getum bara að fara að tala þetta. Já, þannig að það er alveg, þannig að þið eru unni bara skiljið margt sem hann segir, þannig að hann getur aldrei baktalað ykkur. Nei, við skiljum ótrúlega margt, sko, miklu meðan hann heldur held ég. Já. Já, þið kannski hafið hljótt það hvað þið skiljið. Þannig, já. En það er allan að Final Four helgin, hún er á 5. daginn, þið mætti Stjörnunni, hvernig svona, já, í hinni viðuregninni, það sem að, já, í Coca-Cola byggnum, það er Haukar og Fram sem eiga stuð, hvernig heldur að sáleikur myndi fara? Nú er þið búin að spila við bæði þessi lið, Fram náttúrulega toppnum með Haukar í 4. sæti? Ég held þetta verði bara æsispennandi leikur, sko.
Það er mjög spennandi að fylgjast með bara. Já, og þú þorir ekkert að segja hvort liðið myndi fara alla leið? Það getur allt gert í bikar, sko. Já, nákvæmlega. Já. En kalla megin, ef ég fæði aðeins til að spá í það, það er Valur og FH sem eiga stuð, hvort liðið heldur að taki þann leik? Sko, var nú ekki mikið að spá í þessu. Nei, en það hendur maður bara beint í djúpulegina. Ég ætla að tippa FH. Já, nákvæmlega. Já, og hinni leikunni það er hérna Haukar Afturhelding. Já, ég tippa Hauka þar. Já. Það þeir sló okkur út, þá tippa ég á þá. Já, þannig að þetta verður hafnarfjarðarslagur hérna í úrslitunum við kalla megin. Já, ég held það. Og svo náttúrulega hvernig megin þá verður það vonandi, Selfoss gegn, annarkvort Haukum með fram. Ykkur er náttúrulega alveg sama hvort liðið mæti. Þetta er engu máli. Nákvæmlega, einmitt. Perlarud, takk að kella fyrir að gefa okkur tíma. Það er væntanlega, það er búið að mynda einhverja stemningu í kringuðan leik. Það er búið upp á rútuferða með skilst. Já, það er klukkan 4 frá Vallaskóla, fer rúta, það er frítt í rútuna. Nú? Og það er bara að skrá sig sem fyrst og það inn á Selfoss handbolti síðan á Facebook eru allar upplýsingar. Glæsilegt, þannig að það er allir að taka fjölskyldu ferð núna með Guðmund Tyrfings á 50-daginn. Já, heldur betur. Bara fyllum stúkuna vinnröðum selfisingum og vinnum þetta saman. Nákvæmlega. Perlarud Albertsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best. Já, takk. Takk sömuleiðis. Já, það er boðið upp á rútur og frítt báða leiðir. Þetta hefst klukkan 4. Það er þetta skrásinn á Selfoss handbolti hérna